Ég er stödd hérna í Klifurfelli, Klifurhús í Grundarfirði. Það var sett upp fyrir ári síðan og hefur heldur betur slegið í gegn. Enda klifursportið að slá í gegn hjá þjóðinni. Ég held ég sé að gera þetta rétt, maður á að enda svona. Við ætlum að taka tal fólkið sem stendur á baki þessu. Heyrum í þinn. Hvernig stendur á því að þú opnar hérna Klifurhús í Grundarfirði? Já, það var nú kannski bara þannig að þetta húsnæði hafi staðið autt í mörg ár og svo var komið smá starfsemi í það en bara helminginn á húsinu og við vorum að horfa á möguleika að nýta hinn helminginn í eitthvað skemmtilegt og það var eiginlega svona eina reglan, við ætlum að reyna að gera eitthvað skemmtilegt sem myndi nýtast bænum og við vorum að velta fyrir okkur ýmsum hugmyndum en svo sem að síðan varð ofan á var bara einmitt Klifurhús. Hvernig poppaði það yfir? Það var eiginlega sem þegar þú horfðir á rýmið og varst bara hérna og svona hvað hefur þetta svæði, þetta rými umfram önnur rými og þá svona kom hugmyndin einhvern veginn og ég sjálf hef ekkert verið mikið endilega að klifra, ég hef svona kynnst klifri í gegnum skátastarf og svona, en aldrei verið að æfa þetta en alltaf hugsa samt að ef þetta hefði verið í Grundarfirði þegar ég var krakki þá hefði ég algjörlega fallið fyrir þessu sko. Síðan bara fórum við og heimsóttum Klifurhús erlendis, við vorum í fríi og komum bara að kíkja á 2 Klifurhús og þá var þetta eiginlega bara slegið. Ert þú að klifra sjálf? Já. Ég er náttúrulega að klifra núna sjálf, bara mér svona til heilsubótar, finnst þetta skemmtilegt. Ég er nú ekki að stefna á Ólympíuleikana eða neitt svoleiðis. Það á samt að keppa í fyrsta skipti í klifri núna á næstu Ólympíuleikum. Þannig að þetta er bara mjög vaxandi sport. En ég bara, já, þetta er svo skemmtilegt að því leitinu að það er hægt að vera þannig algjörlega bara til að njóta og hafa gaman að þessu eða þú vilt sko bæta þig og þá er þetta mjög skemmtilegt líka upp á það. Benni, nú varst þú hérna, ert klifrari, ef mér er ekki ótt að segja það. Jú. Og þú varst að fara í klifur hérna Í Reykjavík, jú. Í Reykjavík. Það er þannig að ég má ekki grípa í annan lið? Nei, bara alltaf samanliðin. Ok. Þú varst að fara sér í bæinn. Já. Og svo er þetta bara komið hérna í garðinn. Já, loksins. Það var alltaf að keyra 2,5 tíma í bæinn og tilbaka. Já. Og það var svolítið leiðilegt stundum. Það var ekki að skemmtilegast það. Sem leiði frétta Marta ætlaði að gera þetta. Þá var alveg, yes! Aldrei glaður. En hvernig byrjaði að klifra? Þegar ég var mjög yngri árum, þá byrjaði ég í skátunum og þeir fóru í Klifurhús einn daginn og ég fannst bara svo svakalega gaman að ég ákveða bara að fara eftir það. Já, bara heillaðist það. Bara heillaðist strax á staðnum, sko. Er erfitt að kenna börnum að klifra? Hversu stór hópurinn er. Ef það er 20 krakkar og þekkjast, þá getur þetta chaos, allir út allt. En ef það er svona litlir, svona 7-10 krakkar, það var hægt að gera fullt með þeim. Og hafa þeir þennan styrk í sér bara, börn eru... Þeir eru mjög ótrúlega, þessi krakkar. Sumir sem aldrei komið inn áður geta bara flestu leiðir hér. Það er bara hefur klifrað áður. Nei, bara þess gaman að gera þetta. Og þeir finnst mjög gaman og spennandi að gera þetta. Þegar kannski strákurinn náður þessa leið, þá kemur næstu ég ætla að ná henni. Svo er bara röð á leiðina og allir vilja ná þessu. Það má segja að þetta sport hafa alveg slegið í gegn hjá landanum. Mjög, ég segi það. Mjög. Og við erum að reyna að bæta fólk í þetta, fleiri. Það gengur svona vel, en það er alltaf að koma. Er ekki bara þjóðin að kveikja á þessu? Bara já, ok, þetta er kannski fyrir alla. Það eru íþróttafélög sem eru með deildir hjá sér, en svo er þetta líka almenningur hefur aðgang að stöðum eins og þessum, sem maður getur spreytt sig og eins og segir, bara eitt skiptið og þá ertu alveg orðinn heillaður af þessu. Nákvæmlega, jú. Loksins er Ólympíuleikarnir komin með klifur í gang. Það fer það er miklu meira. Það stækkar hægt og rólega bara sig. Bara krakkar að setja plaggott með klifururum upp á vegg og svona. Já, vonandi. Hvernig er að klifra á svona veggjum? Bara fínt. Ég er bara miklu veginn svona flott. Bara svona fínt. Og var þetta ekkert mál þegar þið byrjuðu að klifra? Nei, eiginlega ekki. Þannig líka, ég frétti nú aldeilis að þið hefðu haldið partí hérna daginn, það ekki? Já, ég var líka að hafa hérna ammali og Ísbjörn hafa hérna ammali. Og eitthvað á svona ammali alls konar íþróttahús heima hérna. Og hvernig er að halda ammali sitt í svona klifurhúsi? Það er frábært. Og það við getum bara að gera svona, klifra okkur, það er mjög gaman. Og líka bara kökur, pítsu. Já, við fekkum einmitt pítsu í ammali.